Já, þeir eru mætta til okkar prestarnir í Keflavíkur kirkju, Erla Guðmundsdóttir, sóknarprestur, og presturinn Eva Björk Valdemarsdóttir. Já. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk. Keflavíkur kirkja rétt rúmlega 100 ára gömul og einhvern veginn þegar maður skoðar söguna þá þetta mikið karlaveldi sem að þarna hefur stjórnað. Þetta nú svolítið nýmóðins að það eru 2 ungpíur fyrirgefið, ég skul bara aðeins svona sletta til að hafa meira gaman við stjórnvölinn. Erla, ef ég svona spyr þig fyrst, þú ert nú búin að vera okkur, í áratug rúmlega. Hvernig staðan hérna með ykkur við stjórnvölinn? Ég held að það sé bara góð. Hafa 2 píur, takk fyrir það. Við erum meðlimar í félagi ungra presta og megum bara 1 ári viðbót. En jú, öld hafa karlmenn verið í embættisverkum og leitt kirkjuna. En það sem svo fallegt við Keflavíkur kirkju, það eru konurnar. Konurnar sem hafa verið í kring og konurnar sem hafa voru drifkrafturinn. Konurnar sem hafa saumað og fært muni. Og konurnar í fátæku sjávarþorpinu í Keflavík sem söfnuðu fyrir altarisverki og fengu unga mann til að mála sem var Ásgrímur Jónsson. Þannig að konurnar hafa alltaf verið í kringum kirkjuna, stutt hana af verkum og tíma og einstakri natni. En við erum það fyrstu sem leiðum þær í prestþjónustunni. Þannig að kannski aðeins meiri móðulegri ásýnd, ég veit það ekki. Hvernig fannst þér að koma til Keflavíkur þetta mikil saga hérna í þessum bílabæ? Já, einmitt, og ég að læra hana smá saman og kynnast kirkjunni og samfélaginu og það afskaplega vel tekið á móti okkur fjölskyldunni. Þannig að mér finnst bara gaman að koma hingað. Hvaðan ertu að koma? Ég bjó í Reykjavík áður en ég frá Akureyri. Þannig að við erum bæði að norðan hjónin og okkur finnst góð tilbreyting að koma hingað í aðeins minna samfélag. Finnst þið vera mikill munur á Akureyri og Suðurnesjum? Nei, mér finnst margt líkt. Þetta svona svipuð stærð og við erum alltaf í samkeppni við höfuðborgarsvæðið og berum okkur saman við það. Þannig að það er margt líkt og öflugt íþróttastarf og góðir skólar og vel haldið utan fjölskylduna. Erla, ég verða aðeins að fá að ræðum kannski stuttlega mjög merkilega sögu Keflavíkur kirkju eða svona uppásár, hvernig þetta varða, hvernig kirkja varð til í Keflavík fyrir rúmlega 100 árum síðan. Það er mjög merkileg saga. Já, hún er merkileg, hún er falleg og hún er svo mikið fordæmi fyrir frumkvöðlum, fyrir stórhuga hjörtum sem vildu byggja sér helgidóm sem þau gerðu og við sjóinn og hann stendur fókældur í 4 ár þangað til hann fýkur eða er rifinn vegna hversu mikið hann skektist í óveðri. En Keflvíkingarnir halda áfram og þú segir ég skal borga helminginn á skuldunum og helminginn fyrir nýri kirkju, haldið áfram, byggjum okkur kirkju. Verslunarmaðurinn Dús. Verslunarmaðurinn Dús, Ólafur Ólafsson, eins og við kennum hann við húsin. Og þeir héldu tombólur og dansiböll og söfnuðu fyrir helgidómi. Og þannig eru kirkju byggðar og fíkur allan í mig þegar fólk segir þetta er byggt fyrir skattpeninginn. Það bara fyrra. Kirkjurnar eru byggðar af fólkinu, af framlögum, af vinnu og þannig er Keflavíkur kirkju byggð og hún var ein af fyrstu steyptu kirkjum landsins. Hún er ótrúlega fögur og hún er svo mikil nýmóðins, þessi nýklassíska kirkja sem að tekur við af timburkirkjunni. Og okkur finnst þessi Madama ein af þeim glæsilegustu á landinu. Og það hafa verið náttúrulega breytingar eða endurbætur á kirkjunni sem er svona mestu leyti lokið við eða ekki, en svo verið að safna henni í orgelið eða ekki, eða laga orgelið. Já. Sem er mjög mikilvægt í kirkjunni. Það er það meira en fólki grunar held ég. Endurbæturnar hófust 2012 og Páll F. Bjarnason, Keflvíkingurinn og arkitektinn leit okkur þeirri vinnu og mikil rannsóknarvinna sem hann gerði að rannsaka liti og undirlag og þess áttar að færa hana sem næst sínum uppruna og færa inn gömlu munina, predikunarstólið og grátur og annað. Og því lauk núna í síðasta sumar þessum endurbótum með því að gluggarnir eru komnir eins og Rögnvaldur teiknaði þá. Og svo kom í ljós að það var nú eiginlega lítið sem ekkert burðarþol í söngloftinu og það var stækkað að því að við erum að fara að laga orgelið. Eva, hvernig finnst þér svona,
Já, ef við horfum á svona langa sögu kirkjunar í Keflavík og ég hitti nokkra eldri borgara í bæjarfélaginu og var að segja að ég væri að fara að hitta ungu prestana í Keflavík kirkju og ég var svona að leita að einhverju viðbröðum hjá þeim og spurði í gamla daga eins og maður segja þá voru prestanir eitthvað svo stórir og miklir í samfélaginu og þá svaraði einn vinur minn og sagði já þetta voru stundum einu læsumennindi, þetta voru menn sem það voru viðbröðin. Hlutverk prestsins í dag, hefur það breyst? Geturðu, ég veit þetta er kannski svolítið erfið spurning en hvernig upplifir þú svona þig sem prest í Keflavík í dag? Já, hlutverkið hefur auðvitað breyst einmitt. Þetta var eina að mennta fólkið og prestandi gerðu þess vegna margt sem að þeir kannski áttu ekki að gera, það voru ekki menntaði til en að þeir höfðu bóklega mentið þá gerðu það. Þeir voru á sumum stöðum læknar og okkur finnst þetta mjög skrítið í dag. Núna hefur hlutverkið svona sérhæfst og við erum meira einmitt að þjónusta fólk en okkur er ennþá tekið þannig að við höfum mikilvæg hlutverki að gegna, finnst mér og fólk ber virðingu fyrir prestinum ennþá og það er einmitt þegar maður er ungur og nýkominn á námi og þá tekur smá stund að venjast því að þetta er ákveðin staða og ákveðin virðing. Svo erum við líka kannski sem kirkja í svona öðruvísi stöðu. Við erum alltaf að afsaka við tilveru okkar af því að umræðan er líka neikvæð og þess vegna er þetta einmitt öðruvísi og maður er stundum einmitt í sumu samhengi maður að afsaka tilveru sína og fá að vera hér en á öðrum stöðum er mikil virðing þannig að þetta er svona svolítið klofið kannski. En ferðu eitthvað tilfinningu fyrir því að þið fáið, hvað getur sagt, aðra virðingu að því að þið eru konur að því að þetta er svo búið að vera mjög karllægt starf svona í gegnum aldirnar? Já, ég heyri bara þetta jákvæða. Fólk fagnir því að það séu komnar 2 konur og finnst svona hressleiki og léttleiki fylgja okkur kannski og Erla setur svolítið tóninn með það. Hún vil hafa kirkjuna lifandi og við höfum mikið metnað fyrir starfinu. Þannig að kannski hefur það með bara okkur að gera en ekki kynið. En já, ég heyri bara þetta jákvæða. Fólk er afskaplega, tekur okkur vel og finnst gaman að séu 2 konur og það er gaman að segja frá því að 2015 þegar ég var vígð hingað þetta var fyrsta árið þar sem voru 2 konur starfandi í einni kirkju. Það var reyndar Selfoss og undan okkur, en svo kom Keflavíkurkirkja. Þannig að það er ekki fyrr en 2015 sem að það eru 2 konur starfandi við eina kirkju og engin kall. Fólk er kannski ekki vant að hafa eitthvað stuðbolta í vinnu, Erla, sem prest. Þú ert presturinn, sko. Hvernig upplifir þú þetta? Ég er svo rosalega krafa að ég að vera skemmtileg. Hvort sem ég er að giftaskýra, jarða eða ferma, þá kemur alltaf að geta rosalega skemmtileg. Við lærðum það ekki í guðfræðideildinni. Nei, en við rættum okkur búningum. Við erum í prumpublöðru búning og unga búning. Við gerum það sem við getum til að þjóna fólkinu okkar og hvar væri Jesús í dag? Það er bara spurningin. Hvernig væri hann? Hvar væri hann? Hann var að reyna að taka puttan á púlsinu á samfélaginu og fylgja fólkinu og vera í takt en að við séum innihaldsrík, að við séum í þjónustu, að við séum eins og þjóðkirkjan er, biðjandi, boðandi, þjónandi, það skiptir öllu og svo komum við bara með okkar karakter en að við vöndum okkur og við erum einlæg. Og vera mjög sterkt starfið, það er svona allt talað í Keflavíkurkirkju undanfarin ár, mikið svona fjölbreytt starf. Þið hefur verið að ná árangri. Hver er lykillinn að því? Er það kannski lykillinn sem þú varst að segja? Þið er eitthvað búin að gera rétt? Já, en kannski með konur eða við, og mann finnst maður aldrei að gera nóg mikið en nóg vel en við reynum, en ég held að vera með sýn og vera með markmið og við gerðum það fyrir nokkrum árum í stefnumótunarvinnu Keflavíkurkirkju að við ætlum ekki að vera með flugeldasýningu og vera með milljónbolta á lofti. Við ætlum að reyna að vanda okkur í fermingarfræðslunni og helgihaldinu okkar, kórastarfinu okkar, í sorgarhópum og sorgarerindi sem við erum að halda og svona hver er fókusin okkar, kærleiksþjónustan og við erum í hjálparstarf og velferðarsjóði. Og við erum bara með þess að skýra línu og skýran fókus og reynum að fara eftir því. En ef við ræðum aðeins
varðandi þjóðkirkjuna. Ég fór nú að googlaði það aðeins og svo maður segir nú eins og svo mjög margir segja þetta, ég fór að googlaði það. Og þá sé ég á síðustu 20 árum, þá hefur hlutfallið minnkað 1% á ári. Það eru 20% færri Íslendingar í dag með mannfjölda í þjóðkirkjunni heldur að voru fyrir tæplega 20 árum síðan. Hvernig upplifið þið það? Það eru mjög svona margar skýringar á þessu. Bæði náttúrulega þeir sem koma til landsins af öðru þjóðerni, þeir fara ekki, þótti sig í kristinni kirkju í sínu heimalandi, þá fara þær ekki inn í þjóðkirkjuna. Áður fyrir þá fylgdi barn móður í trúfélagi, núna lendir það utan trúfélags ef foreldrarnir er ekki í sama trúfélagi, ef að fólk er erlendis í námi, þá og barni fæðist þar, þá er foreldrarnir í þjóðkirkjunni en ekki barni. Þannig að það er svona margir þættir sem skýrist að þessu þjóðkirkju aðild. Ég held líka að fólk hefur verið reitt út í kirkjuna af svo mörgum ástæðum og margir segja við mig ég er í Keflavíkurkirkju, ég ætla að segja úr þjóðkirkjunni. Skilur ekki ef það segir svo úr þjóðkirkjunni eða Keflavíkurkirkja sem geldi þess ef þetta er sóknarbörnin þar. Við þurfum félagsgjöldin til þess að geta rekið okkur til að borga laun og tryggingar, rafmagn og hita og haldið upp þessu stóra bákni og verið til staðar. Og fólk má líka þá líta á hver er þjónustan. Sálgæslan, sorgarvinnan, öll þessi þjónusta sem þú greiðir ekki fyrir að vera til staðar. En þjóðkirkjan neitar engum. Ef þú vilt sækja hjálparstarf í velferðarsjóð, þú þarft ekki að vera meðlimur. En ég held að margir sem við erum að sinna, hvort sem við erum að ferma fyrir að hvað annað er ekki meðlimur í þjóðkirkjunni en vilja tilheyra Keflavíkurkirkju. Þannig að ég held að þetta sé líka svolítið misskilningur. Þú sammála því, Eva? Já, og við verðum varar við það þegar við erum að skýra og ferma og fleira. Fólk veit kannski ekki að það er ekki í kirkjunni. Þannig að við erum duglega núna við það að fletta upp og athuga, að láta fólk vita á penan og kurteislegan hátt. Og margir eru hissa og vilja þetta tilheyra kirkjunni og þannig að hjá okkur er kannski að fjölga, við vitum það ekki, að því við erum duglega að athuga með þetta og láta fólk vita. Og flestir einmitt vilja tilheyra þá. Nú er svona, stærsta hátíð kristinna manna, páskarnir, gangi í garð og það er fermingar á þessu svipuðum tíma. Það er mjög mikið að gera hjá okkur. Hvernig gerið þið allt saman á þessum annarsama tíma? Þetta er skemmtilegur tími. Það er ofsalega gaman að halda upp á páskana og þetta er gleðihátíð og svo eru fermingarnir líka svona eitt af því skemmtilegasta held ég sem við gerum. Já, hvernig, nú haldið það ekki orðið mikla breytingar svona á fermingunni? Samt svona, það er svona verið að tala svona veraldlega hluti oft í kringum fermingarnar að sumir krakkar vilji bara láta ferma sig út af veislu og gjöfum og annað. Hvaða upplifun, hvað finnið þið? Mín upplifun er svo að þetta er meira hjá fólkinu sem er að spyrja. Ég held að þetta sé ekki það sem að krakkarnir eru til að hugsa. Þau eru virkilega að pæla í því hvort þau vilja fermast. Núna hafa þau val, það eru líka borgaralega fermingar og sumir fermast ekki. Þannig að þau sem eru að fermast af því þau vilja það. Og ég held að við þurfum að vanda okkur aðeins betur þegar við tölum við krakka. Eins og ég sá viðtal núna hjá Gísla Marteini á RÚV. Það sem að það var bara spyrjandinn sem var með svolítið leiðandi spurningar og krakkarnir brugðust á allt öðru sér við. Við þurfum að virða þeirra val og þeirra trú og þau eru flest að gera þetta af heilum hug. Þetta sammála því, Erla? Já, algjörlega. Þú spyrði ekki brúðhjón sem er að gifta sig eftir að gera þetta á gjöfunum. Það er stór tímamót og vissulega eru gjafirnar stór þáttur í þessu. Það er tilhlökkun, opna gjafirnar, hvað fæ ég? En að vera með þessum krökkum, við erum með 3 daga hausti til, strákum sér og stelpum sér í Vatnaskógi, við erum með þeim vikulega, við erum daginn, kvöldin og í ýmsum fjölbreytileika fermingarfræðslunar og það er ótrúlega gaman að ræða við þau trúna og evan sem að henni fylgir eins og harmonían er í lífinu, þessar andstæður. Og þau eru bara ótrúlega skemmtileg í þessu umræðu og þau eru hugsi. Þetta er þannig aldur. Og þau hver svona taka þau virkan þátt í undirbúningnum, fermingarundirbúningnum?
Finnst ykkur hefur hann eitthvað breyst frá því að ég var að fermast fyrir nokkrum áratugum? Ég held að sé alveg sem í kynin, sko, stelpunar eru of skoðanaglaðar, finnst maðuránum stundum, og með strákunum er alveg sama. Val á ýmsu í kringum veislu og annað. En jú, þetta, þau finna það, þau eru miðpunktur fjölskyldurna þennan vetur. Það snýst þau, en líka í samtali. Að heima fyrir þá þetta svo mikið umræðefni, trúin, efinn, sorgin, allt þetta kærleikurinn sem við erum að fjalla í fræðslunni og foreldrar eru líka þáttakendur í okkur. Það er alltaf súpa eftir messu á sunnudögum og fermingarforeldrar skiptast á að aðstofa við það og eru þannig virk og sækja helgihaldi hjá okkur og svo gaman að segja frá því að mörg börn eru að koma í svo miklu fleiri messur eða þau mæti í með foreldrum að þeim finnst gott að einu fasta punkt. Nú einn af föstum punktum í Keflavíkurkirkju í mörg ár hefur verið sunnudagaskóli mjög vinsæll. Nú er samfélagið í Reykjanesbæ og á Suðurnesjum talsvert mikið breytt. Það er mikið af nýbúum hérna sem hafa ekki verið fæddir á Íslandi. Eru þeir að koma líka í sunnudagaskóla? Ekki í miklu mæli. Nei. En það hefur verið. En hvernig finnið þið þessa breytingu sem er svona verða á samfélaginu? Það er talsvert meira fólki hérna sem eru útlendingar. Já, sem sækja til okkar finnum við. Já. Já. Í sálgæslu og athafnir og skýra börnin sín og sorgar úrvinnslu. Þannig að við finnum að þau sækja og mjög mikið að nýbúum og vilja fá kirkjuna bara til þess að dvelja í henni. Þannig að talandi svona hvernig prestarnir voru miklu þáttakendur í samfélaginu í gamla dag og þið eruð það vissulega í dag, þá er eitt af því sem að, getum við sagt að hafi breyst núna í seinni tíð, það er talað að séu meiri erfiðleikar í hjónaböndum og þar komið þið oft inn í, það er ekki verið að tala að annað til þriðja hvert hjónaband leysist upp. Hvernig upplifið þið það? Hefur fólk samband við ykkur beint eða komið þið lítið inn í þetta? Já, ef fólk á börn sem er yngri en 18 ára, þá þarf það að koma fyrst til pressins til að fá sáttavottur áður að fyrir til sýslumanns. Þannig að þú neyðist til að fara til pressins allan ef þú giftur og átt börnin á þessum aldri. En svo blessunarlega þá svo oft erum við ekki að gefa út sáttavottur því að þetta eru bara samskiptin sem þarf að laga og margir nútar að leysa svo að þetta greiða úr flækjunni. En jú, þau eru mörg viðtölum sem við tökum á móti. Það er mjög samt einmitt hversu snemma fólk kemur. Ef það kemur áður en vandinn er orðinn það mikill að það er búið ákveð að skilja, þá einmitt náum við stundum að leysa úr því. En stundum kemur fólk bara þegar það er búið ákveð að skilja og stundum er það kannski ekki það versta. Upplifið þið, þið eru að fá svona heimsóknir út af því að það eru kannski vandamál í hjónaböndunum. Ég veit að það er svolítið víð og mikil spurning en getið þið sagt, er eitthvað sérstakt meira áberandi en annað sem að virðist vera að í dag í hvað það varðar? Mér finnst, ég held að sem þjóðfélag erum við þannig að við erum vön því að það séu til skyndilausnir og auðvelda lausnir á hlutunum. Þannig að kannski fer fólk í þetta of fljótt að skilja eða það hefur ekki fundist laust strax og þá er gefist upp. Þannig að ég held að þjóðfélagið og umræðan líti svolítið þetta. Að við höldum alltaf að sé eitthvað annað og nýtt og betra handa við hornið. En svona í lokin, það eru páskar og mikil dagskrá hjá ykkur í Keflavíkurkirkju, eða ekki? Jú, við erum annað kvöld á skírutaskvöldi klukkan 8 með tesimessu. Það eru dásamlegir, svona létt, einfaldir sálmar sem að kórinn syngur og þau elska að syngja þetta. Þannig að þá er altarisganga og svo afskríðum við altarið. Þá tökum við allt það sem er helgilegt á altarinu og klæðum það svörtum klæðum og leggjum 5 rauðar rósir á það sem að minna okkur á sár Krists. Og þannig er altarið daginn eftir þegar föstudagur langi kemur. Og svo kannski fínt að við fáum að vera hjá þér hérna Palli þegar við fáum að auglýsa nýjan messutíma.
Við höfum alltaf verið klukkan 8 á páskadagsmorgun. Nú verðum við klukkan 9. Þá viljum við mæta aðeins seinna í vinnuna. Og við heldum að það sé líka betra fyrir fólk að mæta aðeins seinna í messu klukkan 9. Hvernig er þáttaka fólks páskan og þetta verið mikil svona ferðatími? Já, það er nú breytt frá því að við vorum yngri. Ég man eftir fyrstu daginn langa á mínum heimili þar sem varla mátti tala að gera neitt. En þáttakan hún er einlæg og hún er stundum kemur manni óvart hverjir koma. Margir eiga páskadag sem sinn fasta daga þótt að það sé ekki eins og aðrir eiga aðfangadag en ekki að sama fólki. Þannig að þáttakan er alveg. Þannig að það er bjart framundan hjá Keflavíkurkirkju og ungu prestunum okkar sem að er að hætta að verða píur eða hvað? Já, er að vera fertugur. Kortir í það sko. Takk kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel. Sömuleiðis, takk.